Vigt og andleg fræði, 9. kafli, innri orka. Þegar viðkomandi byrjar að tileinka sér breyttan hugsunarhátt sem á orð og gjörðir og er orðin meðvitaður sjálfan sig, þá eiga sér stað orkuskipti í líkamannum. En 7 orkustöðvar liggja frá mænurót að hvirfli efst í höfðinu. Hver þessara stöðva hefur sinn tilgang í lífi okkar og líðan. Einnig eru orkubrautir í líkamannum þar sem orkan getur flætt líkamann. Eitt af því sem gerist við andlega opnun er að þessar orkustöðvar opnast hver af annarri og komast í jafnvægi sem gerir viðkomandi kleift að draga inn guðsorkuna inn í líkama sinn í gegnum hvirfilstöðuna. Í þessari orku felst mikill kærleikur og einnig heilar hún og læknar líkamann og mein hans. Guðsorkan er kærleikur án skilyrða og margir bresta í mikinn grát þegar þeir upplifa þessa orku í líkamannum í fyrsta skipti. Margir höndla ekki svona mikinn kærleika í byrjun en það mun breytast þegar líður á ferlið. Þá mun hinn vaknaði læra að bera kærleikan og hann byrjar loks að geisla frá viðkomandi hvort sem það er í fasi hans orðum og framkomu. Slíkt hefur áhrif á aðra og einnig er hægt að hjálpa öðrum að öðlast kærleiksríkara líf og hamingjusamara. Þannig berst kærleikurinn og ljósið manna á meðal og hefur gert aldir og mun svo vera á meðan mannkynið er hér á jörðinni. Orkustöðarnar sem og orkubrautirnar eru oft lokaðar og ekki tilbúnar að taka við guðsorkunni. Segja má að hjá mörgum sé líkaminn fullur af óhreinni orku fortíðar. Þessi óhreina orka eru leifar fortíðar hjá viðkomandi þar sem gömul óuppgerð mál, sorgir, reiði og særindi liggja í líkamannum og skapa viðkomandi mikla andlega og líkamlega þjáningu. Þessi gamla óhreina orka er hindrun fyrir guðsorkuna að streyma inn í líkamann og því er það eitt af fyrstu skrefunum að takast á við sjálfan sig og hreinsa þessa gömlu orku út í hægum skrefum og opna þannig og liðka til fyrir guðsorkunni að streyma inn og líkamann. Eins og áður sagði er það æðsta markmið hvers manns að upplifa guðsorkuna og þann kærleika sem hún ber í líkama sínum og hjarta. En áður en það gerist þarf hið innra hreinsunarstarf að eiga sér stað. Fyrsta skrefið er að ýta egónu til hliðar með jákvæðum og kærleiksríkum hugsunum og láta ekki óttan blekkja sig og draga sig niður og einnig að láta ekki egói skapa sér veraldlegar freistingar. Egói lokar hvirfilstöðunni og er fyrsta hindrunin í að draga inn guðsorkuna í líkama sinn. Gott er að nota hugleiðslurnar til að þjálfa sig í að draga inn orkuna inn höfuðið og alveg niður mænurótastöð. Gott er að draga andan kröftulega inn nefið og alveg niður í magahvolf og halda honum þar stund og anda síðan rólega frá sér í gegnum munnin. Gott er að endurtaka þetta til að koma orkun af stað og opna rólega fyrir orkubrautirnar í líkamannum. Þeir sem eru með lokaða hvirfilstöð og reyna að draga inn orkuna geta upplifað mikinn þrýsting efst í höfðinu en þá er orkan að þrýsta sér leiðin í líkamann höfuðið. Eitt af markmiðum andlegrar opnunar er að opna orkustöðvar líkamans og koma þeim í jafnvægi, þannig að guðsorkan geti streymt líkamann inn höfuðið og alla leið niður í mænurót. Áður en þetta gerist þarf hver og ein orkustöð að vera opin og í jafnvægi. Orkustöð sem er lokuð og í ójafnvægi veldur þjáningum og vanlíðan. Óttinn í allri sinni birtingamynd á stóran þátt í að loka fyrir orkuflæðið sem og egóið. En egóið og óttinn vinna saman í því að loka fyrir tenginguna við guðsorkuna og er það verkefni þeirra framan af. Sá sem er gráðugur er með lokaða hjartastöð og því getur hann ekki verið kærleiksríkur á sama tíma. Sá sem lifir í blekkingum og er blindur á sannleikann er með orkustöðuna í enninu lokaða
en hún kallast oft þriðja augað eða auga sálarinnar. Margir eru blindir á sannleikann og lifa því í myrkri í leit að ljósinu. 3 neðstu orkustöðunar tilheyra hinu jarðneska lífi á meðan 3 efstu tilheyra hinu andlega. Hjartastöðin í miðjunni tengir síðan þessa 2 heima saman. Eftir því sem hið innra hreinsunarstarf gengur betur, þá opnast hver orkustöðun af annarri, þannig að orkan fer neðar og neðar í líkamann og enda loks í mænurótastöðunni, en þá er hinn andlega opnun fullkomnuð og einstaklingurinn lifir nú óttalaus, fullur af kærleika og í algjöru jafnvægi við Guðsorkuna, lífið og tilveruna. Þessi ferill getur tekið langan tíma og ræðst af framlagi þess vaknaða sem á viljastyrk hans. Margir reyna að koma sér undan þessu innra hreinsunastarfi og ýta því stöðugt á undan sér og er það eðlileg viðbrögð því hér er það egóið og óttinn sem ráða för og halda andlegri opnun í skefjum eins lengi og mögulegt er. Því þarf mikinn styrkið og hugrekki til að yfirstíga þessa hindrun. Hið innra hreinsunarstarf felst í því að horfast í augu við fortíð sína og viðurkenna mistök sín og misgjörðir, iðrast og biðjast fyrirgefningar, að losa út gamlar sorgir, gamla reiði sem tilheyra fortíð, að ganga í gegnum fyrirgefningaferlið þar sem viðkomandi fyrirgefur þeim sem gert hafa á hans hlut, að fyrirgefa sjálfum sér og að biðjast fyrirgefningar á misgjörðum sínum gagnvart sjálfum sér og öðrum. Að breyta hugafari sín og viðhorfi yfir í kærleika og jákvæðni og gleði. Að nálgast allt og alla með kærleika og samúð og að elska og hjálpa náunganum án skilyrða. Þessir hlutir eru hluti af fortíð viðkomandi sem gera þarf upp svo að hinn vaknaði öðlist innri frið og jafnvægi. Segja má að þessi innri hreinsun sé ákveðin ferill sem kalla mætti að ganga hinn andlega veg og er leiðin til eilífs, en sá vegur mjór og torfærin og fáir komast hann á enda. Það er auðvelt að falla í freistni á leiðinni og gefast upp, því vegur blekkinga, ótta og sundrunga er breiður og auðfarin. Því er mikilvægt að vera ávallt meðvitaður sjálfan sig, hugsanir sínar, orð og gjörðir til að haldast á hinum eina sanna vegi.